Já, ég meina að við getum farið.
Þá segi ég fund settan í bæjarstjórn. Þetta er fundur númer 3470 og ég ætla í upphafi fundar að leita afbrigða frá útsendinni dagskrá og fella niður 7. lið. Þeir sem geta samþykkt það, gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það, og þá liggur fyrir okkur dagskrá í 6 liðum. Og fyrsti liður á dagskrá er fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar viðauki. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Já, bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls undir fyrsta lið fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2020 viðauki. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér er komið á dagskrá hjá okkur viðauki, annar viðauki ársins og þetta er frá bæjarráð samþykkti þennan viðauka upp á 15 milljónir króna og vísa hann til samþykktar hérna í bæjarstjórn. Og viðaukinn er vegna kaupa á Strandgötu 6 og útgjöld vegna viðaukans eru 15 milljónir, eins og áður sagði, og útgjöld á aukningunni verður mætt með lækkun á handbæru fé. Fyrir okkur fundamönnum er síðan alveg greinargerð hvernig þetta kemur inn í bókhald bæjarins, en þetta er gert vegna kaupa á húsnæði vestan við Sambíóin til þess að flýta fyrir uppbyggingu á miðbæjarsvæði. Austan, Halla Björk Reynisdóttir, bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Já, austan. Það er rétt. Þeir sem geta samþykkt þetta eða staðfest, hvað sér? Það er svo gott að hafa varaforseta til þess að orðið er laust þennan lið. Það sem enginn hefur hvatt til hljóðs, þeir sem geta staðfest ákvörðun bæjarráðs, gefið merki. Það er 11, takk fyrir það. Þá koma öðru lið að dagskrá, það er mannréttindastefna 2020-2023 og til máls tekur bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er liður 2 í fundargerð bæjarráðs dagsettri 12. mars síðastliðinn. Þar var vísað í lið 6 í fundargerð frístundaráðs dagsettri 19. febrúar. Mannréttindastefna Akureyrarbæjar lögð fram til samþykktar. Frístundaráð samþykkir framlagða mannréttindastefnu og vísar henni til bæjarráðs og bæjarstjórnar til endanlegrar samþykktar. Málið var á dagskrá bæjarráðs 27. febrúar og 5. mars síðastliðinn og var afgreiðslu frestað í bæði skiptin. Bæjarráð vísar mannréttindastefnu 2020 til 2023 til afgreiðslu bæjarstjórnar. Takk. Það var bæjarfulltrúi Andri Teitsson, lokið máli sínu, orðið er laust. Það sem enginn hefur hvatt til hljóðs, þeir sem geta samþykkt mannréttindastefnuna, gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það. Þá koma þriðja lið á dagskrá, það er notendastýrð persónuleg aðstoð og reglur slíka þjónustu. Til máls tekur bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég legg hér fram reglur notendastýrða persónulega aðstoð NPA til samþykkta bæjarstjórnar en velferðarráð og bæjarráð hafa samþykkt þær fyrir sitt leyti eftir að reglurnar fóru í umsögnarferli hjá notendaráði í málaflokki fatlaðra. Innleiðing notendastýrðra persónulega aðstoðar skal eiga sér stað á tímabilinu 2019 til 2022. Fjöldi samninga sem gerðir eru á innleiðingartímabilinu miðast við það fjárframlag sem ríkissjóður hefur ákveðið að ráðstafa í gegnum jöfnunarsjóð sveitarfélaga sem hlutfall af fjárhæð samninga sem sveitarfélögin gera, samanber bráðabirgðaákvæði 1 í lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Í ljósi þess verða þeir í forgangi fyrir þjónustuna sem hafa einstaklingsbundnar þarfir sem ekki hefur verið hægt að komast til móts við á annan hátt og fyrir liggur faglegt mat á því að notendastýrð persónuleg aðstoð sé hentugt form til að mæta þjónustuþörfum þeirra. Takk. Það var bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson, lokið máli sínu, orðið er laust.
sem enginn hefur hvað sér hljóðst, þeim sem geta samþykkt reglur NPA þjónustu gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það. Þá er komið að 4. liða dagskrá, Sundlaug Akureyrar, afsláttur fyrir hópa og ég ætla að biðja varaforsetum að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir tekur til máls undir þessum 4. lið Sundlaugar Akureyrar, afsláttur fyrir hópa. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hér er komið dagskrárliður afsláttarkjör í Sundlaugum Akureyrar og það er vísað til 7. liðar í fundargerð bæjarráðs, dagsettur 12. mars 2020, sem aftur vísað í 2. lið í fundargerð frístundaráðs, dagsettur 4. mars 2020. Og þar voru lögð fram umræða eða afsláttarkjör til hópa í Sundlaug Akureyrar sem voru samþykkt á fundi íþróttaráðs 7. september 2012. Það var afgreitt þannig í bæjarráði að Dan Brynjarsyni, sviðsstjóra fjársýslusviðs, var falið að fella afsláttarkjörin inn í gjaldskrá og hún er hérna fyrir framan okkur en ég ætla að fara yfir bara afsláttarkjörin sem slík sem eru þá ný í þessari gjaldskrá og það er á eftirfarandi hátt. Afsláttur til hópa sem að telja 50 til 99 einstaklinga eða þeir fái 20% afslátt. Hópar frá 100 manns upp í 249 fá þá 25% afslátt. Hópar 200 sem telja 250 einstaklinga eða fleiri fá 30% afslátt og síðan er hérna tekið fram leiga á innisundlaug. Innan við 10 þáttakendur þá er það á 5.250 krónur. Leiga á innisundlaug fyrir 10 til 15 þáttakendur er á 6.350 og leiga á innlaug fyrir fleiri en 15 þátttakendur er 7.400 og þetta er þá lagt hér til samþykktar, fram til samþykktar. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi henni aftur stjórn fundarins. Orðið er laust. Það sem enginn hefur hvað sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þessi afsláttarkjör inn í reglum eða sest inn í gjaldskráni, gefið merki. Það eru 11. Og þá er komið að 15. liða dagskrá viðbrögð Akureyrarbæjar vegna COVID-19 faraldursins og til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er nauðsynlegt að fara yfir þá stöðu sem uppi er núna í samfélaginu, enda erum við að takast á við aðstæður sem við höfum ekki séð fyrr og smitsjúkdóm sem virðist ætla að leika heimsbyggðina grátt og hefur nú þegar verið lýst sem alheimsfaraldri. Akureyrarbær hóf undirbúning sinn við að bregðast við COVID-19 veirunni í byrjun febrúarmánaðar. Þá var þessi hætta ávörpuð á fundi almannavarnanefndar sem möguleiki hér á landi en það hafði veiran gengið mjög hratt Kína og farin að nema landi í Evrópu. Síðan þá hefur faraldurinn breiðst mjög hratt út. 27. febrúar áttu lögreglan, bæjarstjórn og hafnarstjórn fund þar sem rætt var frekari viðbrögð fyrir COVID-19 og hvaða staða gæti komið upp hér á landi. Síðan þá hefur undirbúningur Akureyrarbæjar verið á fullu og málið rætt á sviðsstjórafundum innra skipulag ef veiran myndi koma hingað norður. Stutt eftir mánaðamót bankaði þessi vágestur upp á í Reykjavík og nú helgina var fyrsta smitið greint hér á Akureyri. Gera má ráð fyrir að smitt fari hratt landið. Enn sem komið er aðeins 1 smitt á Akureyri en fjölmargir eru í sóttkví. Öll svið vinna viðbragðsáætlanir sínar eftir því sem fram vindur og breytingar verða, enda má segja að þetta séu lífræn plögg, sérstaklega þar sem við erum að glíma við áður óþekktan vanda. En viðbragðsáætlanir sveitarfélagsins byggja á viðbragðsáætlunum almannavarna og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Viðbragðsáætlun Akureyrarbæjar eru því í stöðugri vinnslu og endurskoðun. Neyðarstjórn Akureyrarbæjar hefur nú þegar verið virkjuð en í þeirri stjórn sitja bæjarstjóri, sviðsstjórar og bæjarráð. Neyðarstjórn fundar 3 sinnum í viku. Aðrir bæjarfulltrúar hafa fengið að sitja fundina sem áheyrnarfulltrúar og eru fundir haldnir í fjarfundi. Almannavarnanefnd Eyjafjarðar fundar reglulega 2 sinnum í viku, almannavarnanefnd Eyþingssvæðisins. Sviðsstjórar funda 3 sinnum í viku í fjarfundum en frá og með morgundegi verða þeir haldnir daglega til þess að upplýsa breytingar, verkefni og aðgerðir á hverju sviði
og samhæfa starfsmennina eins og kostur er. Megin áherslur okkar að leitast við að halda starfseminni gangandi og tryggja þjónustu fyrir viðkvæma notendur og fyrir starfsfólk heilbrigðis- og öryggisþjónustu sem við öll þurfum að geta reitt okkur á að haldist gangandi. Eftir að samkomubann var tilkynnt síðastliðinn föstudag hefur því verið unnið hörðum höndum að nýju skipulagi og aðgerðum til þess að mæta nýjum viðmiðum sem þar voru sett. Allt kapp hefur lagt á að tryggja órafna starfsemi hjá sveitarfélaginu. Strax var farið í að tryggja aðgang að rafrænum lausnum þannig hægt væri að þjónusta fólk án þess að það kæmi til okkar beint og tæknibúnaði fyrir starfsfólk þannig að það geti unnið að heiman. Þá hefur starfsmannahópum verið skipt upp þannig ekki verið rofi í þjónustunni. Eins hefur sérstaklega verið hugað að viðkvæmum þjónustuþegum. Mælst hefur verið til að fundir séu rafrænir og starfsfólk mjög duglegt við að nýta sér tæknina og þær aðferðir sem þar finnast. Ég fékk Halldór Guðmundsson, framkvæmdastjóra öldrunarheimila Akureyrar sem í námsleyfi til þess að koma úr leyfinu og aðstoða mig í þessu verkefni sem gríðarstórt. Og það verður að segjast eins og að hann brást mjög hratt við og var kominn til starfa 12 tímum síðar. Það mikil fengur að fá hann með í liðið og skiptir höfumáli að hafa reyndan mann úr heilbrigðisþjónustunni með í þessu verkefni. Áður en ég fer yfir einstaka málaflokka vil ég líka benda á að við áformum að setja á hverjum degi inn á heimasíðu Bæjarfélagsins yfirlit yfir helstu breytingar og starfsemi og þjónustu, hvatningu og upplýsingum til þjónustunotenda, bæjarbúa allra og starfsmanna okkar. Það yfirlit væntanlega komið inn á heimasíðu Bæjarins fyrir daginn í dag, núna skömmu fyrir þennan fund. En ef ég fer þá yfir stöðuna hjá okkur eftir sviðum þá hún eftirfarandi. Ef við förum fyrst yfir fræðslusviðið, þá eru allir skólar Akureyrarbæjar opnir en skólastarfið með breyttu sniði. Starfsfólk lagði á ráðin í gær mánudag hvernig standa á að framkvæmd skólastarfs næstu daga. Það sem einkennir ástandið núna bjartsýni og lausnir og allir eru tilbúnir fyrir skólastarfið næstu daga. Það verður að sjálfsögðu ekki eins og venjulega, ekki verða íþróttir eða skólasund og heldur ekki list- og verkgreinar kenndar. Almannavarnir hafa sent út forgangslista yfir þær starfsstéttir sem eiga forgang að leikskólaplási og skólavist og ber okkur að fylgja því, komið til frekari takmarkana og til að þannig að hægt verði að halda mikilvægi starfsemi gangandi í heilbrigðis-, öryggis- og samfélagsþjónustu. Ég mjög stolt af starfsfólki okkar og hvernig það hefur verið að föstu gengið í verkin, leyst úr hlutunum og hversu jákvætt það og tilbúið til að leggja mikið á sig við úrlausn mála. Líkt og fram hefur komið hefur 2 deildum á Hólmasól verið lokað í 2 vikur vegna smits hjá foreldri og bæði börn og starfsfólk á þeim deildum verða í sóttkví þennan tíma. Við getum búist við þessu í hvaða skóla sem á næstunni og verðum við að sætta okkur við þær íþyngjandi ákvarðanar sóttvarnalæknis. Núverandi staða í þeim málum þessi. Hólmasól eins og áður sagði 2 deildir í sóttkví, bæði börn og starfsfólk. Hulduheimar 1 foreldri og 2 börn í sóttkví þar til niðurstaða kemur úr sýni liggur fyrir. Lundarsel 1 starfsmaður í sóttkví, Brekkuskóli 1 nemandi í sóttkví og þetta háð því að þar til niðurstaða og sýnatöku liggur fyrir. Giljaskóli 3 starfsmenn í sóttkví án einkenna. Ef við förum yfir samfélagssviðið þá hefur félagsstarfi aldraða verið lokað. Félagsmiðstöðum hefur verið lokað en starfsfólk félagsmiðstöðanna hyggst nota þessa viku til að þróa rafrænar og útivistarvænar lausnir til að halda opin hús og hvetja til virkni og gleði meðal barna og ungmenna á Akureyri. Og ég held að þetta sé ákaflega mikilvægt og við ræðum málin við börnin okkar og ungmenni þannig að þau skilji alvarleikann en samt sem áður að þau verði ekki yfirkomin að kvíða yfir ástandinu. Í ungmennahúsinu í Rósenberg hefur verið ákveðið að aflýsa klubbastarfi og loka aðstöðu sem á æfingarhúsnæði en fremur aðgangi að hljóðveri, sal og listarými. Allt hópastarf virkisins fellur niður þessa vikuna og unnið að því að koma á lágmark starfsemi, enda mikilvægt fyrir viðkvæma hópa sem sækja virkið. Við þetta að bæta að lautin athvarf fyrir fólk með geðraskanir verður lokuð frá með morgundeginu. Sundlaugar eru enn opnar sem og skíðasvæðið í Hlíðarfjalli, hótelið og skíðalegan eru hins vegar lokuð. Listasafnið, Amtsbókasafnið og Minjasafnið eru opin. Fjölskyldu- og búsetusvið. Mikil áhersla lögð á að róa fólk enda eru þjónustuþegar sviðsins almennt mjög viðkvæmur hópur.
Verið að forgangsraða þjónustu og verkefnum samhæfa eins og kostur við tilmæli sóttvarnir og leita lausna. Lokað var fyrir heimsóknir í búsetukjarna fljótlega eftir að fyrstu smitin komu upp á Íslandi. Skrifstofum búsetusviðs var sömuleiðis lokað fyrir gestum og þjónustaði gegnum síma og tölvupóst. Heimaþjónusta og heimahjúkrun eiga nú samvinnu verkefni fyrir skjólstæðinga og megin áherslan lögð á lyfjagjöf og mat. Skammtímaþjónusta fyrir fatlaða opin en skólaþjónusta fyrir fötluð börn skert. Mikil forgangsröðun þarf til að tryggja að þjónustan haldist í gangi. Þá hefur liðveisla verið skert og tekin hafa verið upp rafrænar lausnir fyrir viðtöl, stuðning og samskipti við skjólstæðinga. Öldrunarheimili. Leið og faraldurinn kom upp var lokað á heimsóknir á öldrunarheimili en þar hafði verið lokað á 2 heimili fyrir þann tíma vegna skæðrar inflúensu. Nú allt kapp lagt á að tryggja öryggi íbúa og starfsfólks og starfsliðið sé skipt upp í hópa þannig að hægt sé að tryggja þessa órofnu starfsemi sem okkur svo mikilvæg. Inngöngum hefur verið deilt upp og leitast við að hindra eða draga úr samskiptum eða snertifleti á milli hópa og húsnæðis. Hægt að taka inn sjúklinga í tímabundna dvöl og það liður í að búa til svæði þar sem hægt væri að hjúkra þeim sem mögulega sýkjast og ef þarf að færa til hópa ef það þarf. Stjórnsýslu, fjársýslu og skipulagssvið. Starfsfólki hefur verið skipt upp og vinnur nú allstór hluti starfsmanna heima og svo mun hluti starfsmanna koma inn á morgun og þá sá hluti sem í ráðhúsinu fara heim. Aðgangur í ráðhúsi takmarkaður og reynt að leysa úr flestum málum í þjónustuveri. Þegar ég segi takmarkaður, þá það þannig að það opið á milli 9 til 3 og gestir geta ekki gengið beint upp á hæðirnar eins og verið hefur. Heldur þau stoppuð í þjónustuveri þar sem reynt að leysa öll minniháttar mál. Eins íbúum bent á að nýta þjónustugátt, tölvupóst og síma og hefur það verið mikið gert. Starfsfólk skjalasafns vinnur að mestu að heiman frá sér og einnig starfsfólk launadeildar. Hafa vinnuferlar vegna ráðninga verið einfaldar til að hraða vinnuferli þegar ráða þarf nýja starfsmenn sem mjög mikilvægt í þessu ástandi. Og sömuleiðis á umhverfis- og mannvirkjasviði þar vinna flestir starfsmenn heima og ferliþjónustan skipulögð þannig að bílstjórar hittast ekki, þeir fara heim í mat og í kaffitímum og hjá strætó það þannig að fólki hleypt inn aftari inngang á bílunum og bílstjórar sjálfir með kaffibrúsa og taka kaffi í vögnunum en geta nýtt salernisaðstöðu í Strandgötu. Og allur samgangur milli þeirra bannaður. Þá búið að skipta umhverfismiðstöð upp í hópa sem ekki eiga samneyti. Og allt þetta gert til þess að hægt sé að bregðast við komi upp sýkingar í einum hópinum. Þá allavega til einhverju til þess að leysa af. Verktakar í bænum hafa einnig gert slíkt þið saman. Hér eins og annars staðar markmiðið að efla sýkingavarnir og tryggja hægt sé að halda starfseminni gangandi og þjónustunni. Hjá slökkviliðinu algjört heimsóknarbann á stöðuna og líka óheimilt fyrir slökkviliðsmenn á frívöktum að koma í heimsóknarstöðuna. Liðinu skipt upp í 4 hópa og algjör aðskilnaður þeirra á milli og þeir hittast ekki einu sinni við vaktaskipti. Búið að leigja bíl til að ferja mögulega smitaða og íbúð tiltæk ef starfsmenn verða útsetti fyrir smit í sjúkraflutningum og þurfa að fara í sóttkví. Og það nú þegar byrjað að nýta slíka íbúð. Nú næstu skref mörg en ég nefni nokkur þeirra hér. Við leggjum nú kapp á það að undirbúa forvirkar aðgerðir en síðustu dagar hafa meira farið í aðgerðir í miðju krísuástandi en sem þó í samræmi við aðgerðaáætlanir. Það sem nú á borðum að koma á eins miklum stöðugleika í núverandi aðgerðum og mögulegt í þessu óvissu ástandi, hugað úrræðum fyrir börn heilbrigðisstarfsfólks og þann hóps sem þarf á mestri aðstoð að halda, biðja foreldra sem heima og eiga börn á leikskóla og á grunnskólaaldri að hafa börnin heima og létta þannig á starfseminni, reyna að sjá fyrir viðbrögð loka þarf heilu stofnunum sveitarfélagsins,
undirbúa að stofna til og ræsa út bakhópa fyrir hverja stofnun fyrir sig ef mikil veikindi verða og þá til dæmis hægt að sækja til starfsmanna sem nýlega hafa hætt störfum. Nú vakta velferð barna, vakta heilbrigði og velferð starfsfólksins okkar því að þreyta getur fylgt óvissu og álagi í krísuástandi. Nú huga að velferð almennings og íbúana okkar og sérstaklega þegar umræða efnahagsástandið fyrir að yfirtaka umræðuna í samfélaginu sem muna óneitanlega verða þegar á líður. Og huga því að halda til haga reynslunni, lærdóm og tækifærum þegar rofar til og til framtíðar. Það eru næstu skrefin hjá okkur. Sum sé. Það mikil vinna í gangi en plönin breytast daglega. Það okkar heitasta ósk að veiran gangi hratt yfir landið og ekki verði mikið alvarleg veikindi. Ef við getum litið á björtu hliðarnar starfsfólk okkar og íbúar að tileinka sér breytta starfshætti og það á nokkrum dögum. Og mikið af þeirri vinnu eitthvað sem við munum nota til framtíðar og komum ekki til með að breyta, til baka. Ég vil senda íbúum öllum góðar kveðjur. Vorið kemur heimur hlýnar, segir í fallegu ljóði eftir Jóhannes úr Kötlum og það kemur að því að sumarið kemur hingað yfir landið. Við þurfum hins vegar að sýna mikla þrautseigju, jákvæðni og umburðarlyndi næstu daga og vikur og við höfum svo sem gert það þennan ótrúlega vetur sem verður vafalítið í lengi minnum hafður. Það hefur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og þakka henni fyrir þessar greinargóðu upplýsingar og næst tekur bæjarstjóri aftur til máls og með skýrslu bæjarstjóra. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þessi skýrsla gildir fyrir 4. mars til 17. mars og hljóðar svo. Þann 3. mars þá sóttum við Halla Björk Reynisdóttir bæjarfulltrúi fund í forsætisráðuneyti þar sem við hittum Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra og Sigurð Inga Jóhannesson samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og ræddum við þar málefni Grímseyjar. Seinna sama dag ávarpaði ég alveg einstaklega yndislegan hóp nemenda í 7. bekk grunnskóla bæjarins sem tóku þátt í stóru upplestrakeppni sem fór í kvosinni sal Menntaskólans á Akureyri. Og það gaman að segja frá því að þetta í 20. skipti sem keppnin var haldin og einn af þeim sem í dómnefndinni var fyrrum sigurvegari keppninnar. Nú 5. mars átti ég stöðufund með almannavarna eins og ég nefndi áðan COVID-19 veiruna og þann sama dag ávarpaði ég hér fullan sal af fólki sem satt ákaflega mikilvægt málþing karla og krabbamein og ég bið ykkur kæru strákar ekki gleyma því að þið þurfið líka að vera vakandi fyrir þessu vágest sem krabbameinið 7. mars þá fór ég í Laugardalshöllina og fylgdist með bikarúrslitaleik kvenna í handbolta. K.A. Þór, stelpunar okkar töpuðu því miður fyrir fram en þær stóðu sig frábærlega og ég var alveg geysilega stolt af frammistöðu þeirra og þetta fer að sjálfsögðu í þeirra reynslubanka og ég sannfærð að liðið okkar mun koma og mæta sterkt til leiks í Íslandsmeistaramótið á næsta ári. 11. mars sat ég nefndarfund Alþingis í fjarfundi vegna umfjallar frumvarp til laga lyfjalög en þar verið að tala að gera breytingar þannig að hægt verði að kaupa einföld lyf svo sem svo paracetamol, ibuprofen og hóstasaft og ofnæmislyf í kjörbúðum og stöðum þar sem erfitt aðgengi svo sem eins og í Hrísey og í Grímsey. Og þetta skiptir íbúana okkar í eyjunum miklu máli að þetta taki gildi. Það nú oft erfitt með samgöngur og sérstaklega eins og til dæmis í vetur að ekki hefur verið hægt að fara út í Grímsey svo dögum skiptir þannig að það sé allavega hægt að ná í einföld lyf. Þann sama dag þá hitti ég framhaldsskólanemendur frá félagi Menntaskólans á Akureyri sem sett upp í hofi verkið Inn í skóginn. Og í tengslu við sýninguna fór leikfélagið í samvinnu við Akureyrarbæ að gróðursetja eina plöntu fyrir hvern seldan miða. Því miður urðu sýningarnar ekki margar sökum samkomubanns vegna COVID-19 veirunar en þetta þó einhver fjöldi plantna og skemmtileg hugmynd hjá krakkonum. Og fleira hefur það ekki verið annað en eilífir fundir og mikil vinna í kringum
þessa blessuðu veiru og ég er búin að fara yfir það með ykkur. Þá hefur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og mér langar til þess að nefna það hérna að við gerum ráð fyrir því í bæjarstjórn að funda þegar og ef frumvarp sem liggur fyrir Alþingi verður samþykkt að við getum þá breytt fundum bæði fastanefnda og bæjarstjórnar í fjarfundi og við gerum það bara að fylgjast með hvernig gengur á Alþingi með það og boðum þá fólk saman eða hófum fólki hér saman til þess að samþykkja slíkt. En eftirtaldar fundagerðir eru lagðar fram til kynningar. Bæjarráð 5. og 12. mars 2020, frístundaráð 4. mars 2020, fræðsluráð 2. mars 2020 og skipulagsráð 11. mars, umhverfis- og mannvirkjaráð 7. mars og velferðarráð 4. mars og allar þessar fundagerðir má finna á heimasíðu bæjarins. Og þá liggur ekki meira fyrir dagskráni hérna hjá okkur í dag og ég segi fundi slitið klukkan 16:26. Takk fyrir góðan fund.